Syndafallið, Mikael Torfason. Þetta framhald af Týnd í paradís sem kom út fyrir 2 árum. Þú ert að skrifa sjálfa þig og fjölskyldu þína, pabba þinn og mömmu þína á svona, mjög opinskáan hátt, og það gerist náttúrulega það að pabbinn deyr þegar þú ert að vinna bókina úr bara alkóhólisma. Það segja frá mömmu þinni, glímu hennar við, geðveiki, hæðir og lægðir. Þetta er afskaplega persónuleg bók. Já, þetta er mjög persónulegt. Og ég er ánægður að mér hafi borið gæfa til að byrja á þessu verki eftir fertugt, vegna þess að þessar bækur og Syndafallið myndi ekki líta svona út ef ég reyndi þetta fyrir 10 árum. Þá var ég ennþá miklu reiðari ungu maður. Ég var náttúrulega reiður ungu maður alltaf lengi kannski. En hérna ég er mjög ánægður að mér er borið gæfa til að kynnast og bar gæfa til að kynnast pabba svona almennilega upp á nýtt. Af því að fyrir 10 árum fer hann í meðferð og verður edrú. Og er edrú í dágóðan tíma þar til hann fellur að byrja að drekka laumi og það fór sem fór. Og líka að kynnast mömmu upp á nýtt því að hún alltaf hefði gengið aftur í söfnuð Votta Jehóva og okkar samband hefði svona dofnað. Og þannig að ég hef kynnst henni líka upp á nýtt á síðustu árum. Og þú ert svona, nánast sáttur við Guð og menn þegar þú ert að skrifa þessa bók. Kannski ekki Guð, en frekar menn. Jú, ég er miklu sáttari og ég náttúrulega þegar ég er ungur svona 20, þá er náttúrulega mjög reiður ungur maður. Og það sem að bjarga mér einhverju leyti er að ég eignast börn mjög ungur og svona mér ber gæfa til að standa mig ágætlega gagnvart þeim og vera svona ungur fjölskyldufaðir og langar svona svolítið líka miklu metnað að vera allt verið þessi pabbi en pabbi minn hefði verið, sem var svona meiri partípabbi. Og þá var hann líka komin algjörlega út í horn í sínum alkóhólisma þegar ég er 20 og orðinn dagdrykkjumaður og mjög veikur alkóhólisti. Þannig að ég vildi svona veita börnunum mínum annað líf og lagði í staði mitt ferðalag. En var alltaf samt svona, áður var ég miklu meira á hnefanum með það og svona mýktist með árunum líka gagnvart þeim. Alltaf kynntist þeim upp á nýtt og þau eru góðir vinir mínir og við mamma erum rosa góðir vinir í dag og við pabbi vorum vinir alveg þar til að hann bara dó í maí. Hvað var það sem hrjáði móður þína? Sko, mamma er eins og ég lýsi kannski fyrri bókin sem ég lýsi ekki þessari bók. Þessi bók fjallar kannski meira sættir, sko, hvernig þegar sjúkdómurinn hennar ágerist og líka svona þegar við mamma sættumst og svo dauða pabba. En það sem var að henni, hún náttúrulega ólst upp við alveg ofboðslega slæmar aðstæður, við mikinn alkóhólisma og kemur út í lífið svona sem brotin ung kona. Hafði líka verið svikin af íslensku skólakerfi og sett beint í tossabekk og allt þetta eins og var gert á Íslandi. Og svo er hún með þunglyndi og kvíða sem þróar síðan yfir í geðhvarfasýki og þetta er bara ógreint, bæði vegna þess að hún er alltaf að detta inn út úr sértrúarsöfnuði Vottum Jehóva og þar er rauninni sagt að þú setir rauninni bara ekki í nógu nánu sambandi við Guð ef þú líður illa. Þannig að hún fékk ekki rétta greiningu lengi vel, en í dag er hún greind með geðhvarfasýki og orðin öryrki vegna geðsjúkdóma. Og pabbi þinn, hann er þessi, við munum eftir pabba þinn, þessi sjarmerandi maður með rakarastofuna og hlemmi, hann var sögufræg persóna, pabbi þinn. Og sjarmerandi og almennlegur og öllum líkaði vel við hann. En var hann svona hræðilegur alkóhólist? Já, pabbi var æðislegur og það er líka það sem pabbi var þrívíður einstaklingur og alveg djúpur. Hann var líka ofboðslega veikur alkóhólisti oft, en hann fór honum alveg fáránlega vel að mörgu leyti því hann gat allan tíð klippt. Hann bjó á Hlemmi, var það rakari og svona kóngur á Hlemmi, kominn algjörlega út í horn í drykkju, þurfti að rúlla tappanum af einum fleyg á morgnana til að hætta að titra og geta klippt. En munurinn á honum og Róna á Hlemmi var að pabbi var greinilega með mjög sterk gen í þessa drykkju og gat alltaf klippt, átti pening, splæsti á Rónan á Hlemmi, en hann var náttúrulega miklu stærri persónuleiki en bara það, því að eftir að hann bjó hann í kjallaranum gluggalausu rými undir hárgreiðsstofunni sinni, en þegar hann verður edrú, þá kallar ekki að hann að flytja, vegna þess að hann var orðinn sáttur við þennan lífstíl líka edrú, þannig að hann vildi bara sitja þarna og lesa sína ljóðabækur og var svona, það sem maður segir á ensku, bigger than life persónuleiki. En hvað var það sem dró hann til dauða? Hann kemur heim frá Tælandi eftir eina af þessum ferðum sínum þangað og hann kemur heim gulur á hörund, lifrin hætt að virka, lifrabilun, svokölluð skorpulifur og eins og ég segi frá í bókinni þá er bókin að stórum hluta þetta ferðalag okkar, þessar vikur þar sem hann liggur í rauninni
fyrir dauðanum er fárveikur og eigir sér þá einu von að komast til Svíþjóðar og komast á lista til að fá nýja lifur og það ferðalag gekk ekki upp og við förum með systkinin meðan til Svíþjóðar og lendum í skelfilegum atburðum þar þannig og verðum fyrir miklum vonbrigðum og þannig að bara lifrin byrjar að eitra og hún eitrar og eitrar og menn eru náttúrulega hikandi við að láta fullorðna alkohólista fá nýja lifur. Það var í rauninni svona sikkur skoðunin á meðal íslenskra lækna sem töldu og sögðu við mig að þar sem að pabbi hefði svarað meðferð mjög vel 2007 þegar ég keyrði hann á Vog þá væri hann líklegur hugsanlega til að fá undan þá. Þess vegna erum við sendið Svíþjóð með hann í sjúkraflugi en sænski læknar voru, sögðu við mig, Mikael, fyrir nokkrum árum þá íhuguðu við ekki einu sinni að gefa alkóhólistum sem ekki eru búin að vera edrú lengi minnst 6 mánuði lifur. Í dag íhuguðu við það og svo vorum við að núti bara með hann fárveikan og orðin ruglaðan og ringlaðan og hann stóðst engin próf hjá neinum geðlæknum eða neitt og þetta var svona skelfileg lífsreynsla. Sko, þú elst upp með þessu fólki og þú ert faðir og reyndar nýorðinn faðir aftur. Sko, einhvern veginn myndi maður kannski ekki vilja óska neinum að alast upp við þessar aðstæður. Nei, ég veit það, en það hefur, sko, fólk í minni fjölskyldu sem hefur alast upp við kannski erfiðar aðstæður hefur braggast óvenju vel og eins og afi minn, pappans pappa, var hreppsómagi, var tekinn af móður sinni 4 ára gamall, þegar hann var 4 ára gamall, því að pappans drukknaði í flæðarmálinu fyrir vestan. Og þannig að við getum alist upp alls konar aðstæður en okkur hefur einhvern veginn borið gæfa til að gera gott úr því sem við höfum fengið og ég lenti líka hjá ótrúlega góðu fólki. Það var veikgeðja, pabbi var alkohólisti sem er náttúrulega krónískur heilasjúkdómur, erfiður einstaklingur, hann líka stórkostlega skemmtilegur og mamma með sín veikindi og svo rakst ég á góða stjúpforeldra sem veitti mér gott heimili og þannig að ég var óvenju heppinn líka en ég veit alveg að fólk sem les þessar bækur er ofta að sjá hvað þetta er rosalegt og þetta er alveg rosalegt og ég hef engan áhuga þannig sé að fegra það neitt en ég vil samt alveg sjá líka hið fagra í mínu lífi. Mikael, takk þér fyrir Syndafallið, bókin eftir þig. Takk. En við ætlum að taka svo bók sem er á allt öðrum toga. Þetta er Mikael Torfason, Syndafallið. Þetta kemur í beinu framhaldi af bókinni sem hann gaf út í fyrra og það var um það hvernig hann varð til og þegar mamma hans og pabbi voru í vottum Jehóva. Og nú er hann að skrifa mest um pabba sinn, Torfa rakkara og hræðilega erfiða glímu hans við Bakkus og ýmislegt fleira. Og hvernig hann fellur frá og lýsir því nokkuð vel. En svo er þetta, að mínum mati er þetta samt sko, á þess að hann hugsi það kannski þannig, að miklu leyti saga Mikaels Torfasonar. Og mér finnst hún sko, mér finnst þetta mjög skemmtileg saga og ég hitti manni í vinnunni aldur við Mikael sem sagðist hafa lesið 3 fyrstu blaðsíðurnar í bókabúð á Akureyri og hann varð að kaupa hana, skilji. Og hún er þannig að maður bara, hún er mjög skemmtileg en hún segir frá miklum erfiðleikum og hann sko heldur ákveðinni hlutlægni, þetta er maður sem æðrast aldrei, hann harmar ekki hluti sinn, hann er bara að vinna úr stöðunni hverju sinni sem upp kemur og nýtur þess að mínum mati líka, hann er reyndur höfundur, hann hefur mjög gott vald á efninu og það er fín lýsingu vissulega á pabba hans en þetta er mjög samt skemmtilegt að sjá hvernig þessi drengur einhvern veginn reynir bara að taka alltaf það besta út úr hverri situasjón og ég var að hugsa um eitt sko þó að fólk sé misjant í þessari bók þá eru allir góðir. Þeir eru bara takmarkaðir. Þeir eru bara ráð ekki betur við. Eða gallaðir. Og það er kannski það sem hefur valdið í að þetta hefur orðið úr drengnum. Sko, þetta er merkileg bók að því leyti finnst mér að sko Mikael fær ekkert upp í hendur. Þetta er eiginlega vonlaust, virðist vera. Það er að segja pabbinn er alkohólisti, mamman er að glíma við geðveiki, börnin eru vanrækt, það er ekki hægt að segja annað. En hann skrifar þetta svo fallega og
það er engin biturð, það er engin beiskja, Engin væmni. hann er bara að segja frá hlutum eins og þeir voru, án þess að dæma, án þess að áfellast. Einu skiptir sem hann fer út í að predika, það er þegar hann fer að predika gegn trú. Sko mér leiðist predikun í bókum, hvort sem hann verið að predika með trú eða gegn trú, en þar setur hann sig í dómarasæti, þar finnst maður stundum mjög ósanngjarn. Má samt vera aðeins skilja það út frá reynslans af trú. Já, það má skilja það út frá reynslans, en ég ætla ekki að gera mikið úr þessum hluta, vegna þess að bókin, hún er svo góð. Það er svo, maður sko fer inn í þennan heim, maður kynnist þessu fólki og maður eiginlega bara klappar fyrir höfundinum. Já. Þetta er bók sem að, sko, ég skil svo vel mannin sem byrjaði að lesa og gæti ekki hætt. Vegna þess að ég byrjaði að lesa og ég bara hélt áfram. Ég kláraði hann ekki í einum rykk, en ég var mjög hrifin. Já. Og bara vel skrifið og eins og ég segi, sko, það, ég held að njóti þess mjög hvað hann er reyndur höfundur að hann ræður svo vel við að segja frá og hann dregur náttúrulega upp þess að mynda föður sínu sem að var í rauninni svo margar persónur. Og það er það sem Mikael gerir sér svo grein fyrir, að við erum sko oft í mótsögn við sjálf okkur, við erum ekki bara einn karakter, við erum svo margir karakter. Þessu kemur hann mjög vel til skila. Hann er náttúrulega svolítið þannig sjálfur, hann getur verið mjög fyrirferðarmikill og kemur svona aðmanni úr ýmsum áttum og ýmsum gerfum. Já, ég man bara eftir hann með þætti hér þar sem hann fer mikið fátækt og maður gleipir þetta allt, hann er svo mikið niðri fyrir og gengur gott til og þetta er mikið til rétt. Ég var einhvern veginn sko, Mikael Torfason er ekkert maður sem þarf endilega að hafa alltaf rétt fyrir sér, en það er gaman að röddans heyrist. En hann er ekki hávær í þessari bók. Þess vegna tekst hún, af því að hann er svo hófstildur. Hann leyfir okkur að fylgjast með þessu og fylgjast með örlögum þessa fólks, sem eru oft mjög, mjög dapurleg, en hann skrifar þetta bara af samúð og hlýju og þannig að maður sko fer inn í söguna og kemur manni við. Jákvæða fólkið, takk fyrir.